Fyrir fyrirlesturinn í dag Node.js og NPM en hvað í gangi hérna uppi? Node.js sem sagt eitthvað sem við ætlum ekki að læra beint á núna en svona eftir að við erum búin að fara yfir JavaScript-partinn af námskeiðinu þá ekki mörg skref sem við þurfum að taka til að geta byrjað að nota Node.js. En Node.js sem sagt verkvangur eða plattform sem byggir á WAF8 JavaScript-vélinni sem sama JavaScript-vél og sérum að túlka JavaScript sem við skrifum og notum í Chrome og þetta sem sagt pitchið hjá þeim. Ef við takjum Webfortran 2 þá munum við læra meira það hvað þetta allt hérna þýðir og hvernig það virkar. En þetta sem sagt notað til að búa til alls konar forrit. Bæði bakenda forrit sem þá í raun hin hliðin á peningnum þar sem við erum núna að vinna í framendanum og svona CLI tool, sem sagt Command Line Interface tool sem við ætlum að skoða núna og í raun læra inn á til þess að við getum sótt okkur svona tool sem geta hjálpað okkur með þá vinnu sem við erum að vinna. En Node.js er ekki forritunarmál og þess vegna þetta svona stutt fyrir ykkur eftir að við förum yfir JavaScript af því að JavaScript forritunarmálið sem Node notar. Þannig að þetta í raun bara svona, plattform sem þið byggið forritun ykkur ofan á. Þið hafið aðgang að alls konar aðgerðum til að sækja skrár á skráarsvæðinu, búa til HTTP vefþjóna, opna tengingar hingað og þangað og allt í gegnum JavaScript. Og kosturinn við þetta og ástæðan fyrir því að í raun JavaScript að éta vefinn það að þarna verið að nota sama forritunarmálið á framenda og bakenda með smávægilegum mun en sem það samt þannig að í raun þessi vitneskja sem við fáum nýtist á tveimur stöðum og nýtist í raun upp og niður þennan stack, ef þið munið hvað var hérna, full stack forritarar sem að geta bæði unnið og forritað í framendanum og í bakendanum og unnið í raun verkefnin frá A til Ö. Þetta heillar marga. En þetta samt ekki sama keisluumhverfi af því að annað keyrir í raun á einhverjum vefþjónum og hitt keyrir í vafranum. Og það sem við erum að fara í núna frá með næsta mánudag í raun keisluumhverfið vafrinn og JavaScript. En síðan í Webfortran 2 þá tökum við Node sem keisluumhverfið Node og hérna búum til vefþjóna á þessum þannig. Og þetta ekki svona framework eins og þið kannski heyrt eins og Rails, Ruby on Rails eða Django fyrir Python en það samt til svoleiðis framework eins og Express sem við notum með Node til að búa til svona alls konar dót. Þannig að þetta Node.js og það þá aðalega bara til að gefa ykkur þá svona samhengi það af hverju við erum að nota það af því að þið þurfa að sækja það og setja upp á tölvunum ykkar til þess að komast í NPM. En NPM sem sagt pakkastjóri, packet manager fyrir JavaScript og leyfir okkur sem sagt bæði að sækja svona pakka sem við getum notað í Node.js forritunum okkar en við getum líka sótt þessi tól sem ég er búin að nefna og hvort sem við setjum þau bara upp almennt á tölvunum okkar eða sérstaklega fyrir hvert verkefni sem við að vinna þá getum við gert. Og NPM sem sagt fylgir með Node, þannig að til þess að fá NPM þá þurfum við að sækja Node og til þess þá förum við inn á nodejs.org og þá fáum við hérna upp fyrir okkar stýrikerfi hvort við sækjum sem sagt fyrir nýjustu útgáfuna eða sem sagt nýjustu stöðugu útgáfuna, sem sagt LTS Long Term Support. Þetta hérna eitthvað sem þau eru búin að segjast alltaf að styðja í 10 ári viðbótið eitthvað. Þannig að þetta svona solid, þetta orðið meira solid en það var fyrir hérna nokkrum árum og það mjög mörg fyrirtæki í dag sem að byggja sitt á Node.js sem plattformi og byggja alla sínar forritunarvörur og það óna þessu. Þannig að við förum hérna, skiptir ekkert svaklega miklu máli hvort við sækjum 10 af því að við erum náttúrulega svo mikið á hnífsegginni og vonandi skerum við okkur ekki og það fyrir að blæða á the cutting edge. En við sækjum þetta, setjum upp fyrir okkar stýrikerfi
og þá fáum við í hérna, ef við opnum síðan terminal, þá myndum við geta að skrifa hérna node-waf og þá fáum við, sjáum við að ég á node 9.4 af því að ég ekki búin að uppfæra í 10 eitthvað. Það allt í lagi, stundum koma svona breaking changes þarna á milli en yfirleitt þetta svona í lagi að vera bara í þessum nýjustu útgáfum. Og síðan getum við að samaskapi séð hérna npm og þá getum við séð hérna ég með npm útgáfu 5.6. Svo getum við farið inn á npm.js.com sem síðan fyrir npm og þá það í raun svona sölu síða fyrir eitthvað alls konar, kaupa þetta fyrir eitthvað organization eða enterprise eða eitthvað, en við þurfum í raun ekkert að gera hér. Þetta í raun bara síðan fyrir þetta. Svo lengi sem við höfum tólið, þá erum við góð og þá getum við sótt önnur tól. En pakkastjóri svona almennt, þetta hugtak, í raun eitthvað forrit sem sér að sjálfvirknivæða það að setja upp, stilla og fjarlæga hugbúnað. Þannig að þið hefur öll sett upp hugbúnað, hvort sem það Chrome eða FileZilla eða hvað sem og þið hefur lent í því að þá þurfum við fyrst að fara inn á einhvern stað og segja, heyrðu, ég ætla að sækja þetta og ég þarf að finna það og ég downloada því einhvert og ég downloadaði því einhverja möppu, ég þarf að opna möppuna, ég þarf að klikka á forritið sem ég sótti, það eitthvað uppsetningarforrit, ég þarf að fara inn á það, ég þarf að klikka next, ég þarf að setja inn einhverja stillingar og eitthvað svona og síðan keyri ég forritið. En það sem að pakkastjórinn sér að gera fyrir okkur að keyra bara einhverja eina skipun og hafa síðan bara aðgang að forritinu. Og það bara sækir þá forritið, stillir það fyrir okkar umhverfi, okkar stýrikerfi og gefur okkur aðgang að því strax. Og gerir það í raun þannig að við getum forritað það, þannig að við getum keyrt það og við getum alltaf keyrt þessa skipun og þá fáum við þessa útgáfu af forritinu og við getum byrjað að vinna. Þannig að það í raun tekur í burtu þetta vesen og til dæmis ef þið eru á Mac þá til svona pakkastjóri fyrir Mac sem heitir Brew. Það til eitthvað annað Windows sem ég man ekki hvað heitir. Þetta eins og apt-get á einhverju Linux-distróum og einhverju fleiri sem ég man ekki heldur hvað heita fyrir Linux-kerfið, en að nota svona pakkastjóra frábært. Þá get ég bara eitthvað ný tölva, ég gerir bara brew install og tel upp 10 forrit og það bara fer út, sækir þau og setur þau fyrir mig og það er komið. Og það sem npm og mörgir svona pakkastjóra gera að vista líka hvaða forrit verkefnið notar. Þannig að þegar við vinnum saman í hóp, þá get ég sett upp eitthvað tól. Þetta geðveikt tól, vinnum miklu hraðar og miklu betur með þeim. Þá getið þið sótt verkefnið, keyrt einhverja skipun sem lætur pakkastjórinn fara og setja upp þessi tól á ykkar tölvu, þannig að þið getið notað þau. Það til alveg gomma af svona npm-módulum og pakkum, af því það er rosalega auðvelt að búa til svona pakka. Þið farið þarna að búi til aðgang á npm.js.com og skrifið eitthvað forrit, saman hvort það séu 1000 línur eða 10 línur eða 2 línur. Og getur pakkað upp í svona pakka og gefið það út og þá getur hver sem installað eins og öllum öðrum. Þannig að þá eru þau í nákvæmlega sama leveli og allir aðrir. Síðan bara spurningum hversu gott forritið hversu mikið það hjálpar öðrum, hversu mikið það síðan sett upp og installað. Þannig að það sem við gerum þegar við notum npm að við segjum ég að búa til verkefni og þetta verkefni með dependency á þetta tól. Það krefst þess til þess að verkefnið virki eins og ég hugsaði það, þá þarf það að hafa aðgang að þessu tóli. Og til þess að sjá þessi dependency management fyrir þetta allt saman, þá notar npm skrá sem heitir package.json sem vistar alls konar upplýsingar verkefnið okkar, en líka í raun öll þessi dependency sem við erum búin að skrá. Bæði hvaða pakki það og hvaða útgáfa. Það getur skipt máli hvort sem er útgáfu 2 eða 3, af því útgáfu 3 braut eitthvað sem ég að nota í útgáfu 2. Þannig að ég vil geta sagt ég nota útgáfu 2, þá get ég alltaf nota útgáfu 2 þangað til ég uppfæri. Þannig að þegar leiðum við tökum á okkur svona dependency, þá erum við að segja, nú ég farin að treysta ekki bara á þann kóða sem ég að skrifa, ég líka að treysta á kóða sem einhver annar skrifar. En við erum samt alltaf að gera það, þegar við erum alltaf að keyra þetta á einhverjum tölvum í einhverjum forriturum sem einhver annar hafa forritað. Þannig þetta bara Jenga-turn sem byggður hægt og rólega. Við erum bara efsta stikkið. Nei, segir svona. En þetta fyrir byrjun árs fjöldi pakka á npm. Og hérna eru aðrir pakkar, NuGet fyrir .NET, Maven fyrir Java,
PyPy fyrir Python og vöxturinn svona exponential í hjá NPM. Fjöldi pakka gífurlega mikill, ég held að séu komin yfir núna 800.000 pakka og yfir örugglega 100 billjón download á ári. En til þess að nota þetta, þá byrjum við á því að sækja Node og fá NPM og þá getum við keyrt þessa skipun hérna, NPM install og svo nafnið á módúlum sem við ætlum að sækja. Og þá getum við byrjað til þess að sækja browser sync módúlinn sem afskaplega þægilegur. Og þá byrjar það þannig að NPM gerir einhverja athugar hérna við vefþjónin hjá NPM út í heimengstaðar. Þessi módúl til og hver nýjasta útgáfan og sækir síðan þessa útgáfu, sækir síðan alla pakkana sem þessi módúl þarf. Af því aftur, þetta allt bara byggt ofan á hverju öðru, þannig að pakki dependar á aðra pakka sem dependar á aðra pakka sem dependar á aðra pakka, þannig að það verður til risastórt dependency tré sem í raun allir þessi pakkar og svo eru laufin á þessu tré, endanóðurnar, eru pakkarnir sem þarf að sækja því að þannig í raun þá vitum við alla pakkana sem þarf. Þeir eru allir sóttir og allir settir upp á tölvunum hjá okkur og það hægt að fletja það út eins mikið og hægt þannig ef ég með pakka A og pakka B sem báðir nota pakka C og báðir nota sömu útgáfu pakka C, þá þarf ekki að sækja pakka C tvisvar. Það nóg að sækja bara einu sinni, þannig að þá það bara vistað og þetta að fletja þetta út eins og hægt í Node Modules möppunni. En stundum þurfa að vera Node Modules möppur inn í Node Modules möppu inn í Node Modules möppu. Þannig að þetta verður alveg stórt og mikið. Og síðan að lokum þegar búið að sækja þetta, þá skrifað í package station hvaða útgáfu við vorum að sækja hvaða dependency og það útbúið annað JSON-skjal sem heitir package lock JSON. En það í raun upplýsingar allt þetta dependency tré sem var sótt og hvaða útgáfu af hvaða pakka var notuð þar. Af því ef ég að nota pakka A sem nota pakka B og pakki B síðan uppfærður, þá geti það brotið virknina í pakka A sem myndi þá brjóta virknina í mínu forriti. Þannig að með því að hafa package lock þá erum við í raun að festa algjörlega hvaða útgáfur voru sóttar á þeim tímapunkti sem að ég keyrði skipunina. Þannig að þá getur þið keyrt NPM install hjá ykkur sem sækir pakkana og þið fáið nákvæmlega sömu pakka og ég sett upp. Þannig að þá kemur það í veg fyrir það að ég setja eitthvað upp, þið sækir síðan eitthvað, þið installið einhverju viku eftir að ég gerði það og það komið ný útgáfa af einhverjum pakka einhvers staðar í trénu sem síðan brýtur alla virknina og þá fólk hvað í gangi og þá eitthvað ógeðslega leiðilegt debug af því að það mjög erfitt að debugga kóða frá öðrum sem einhvers staðar inn í einhverjum möppu. En aftur að þessum tólum að nú viljum við setja þess browser sync upp sem almennt tól. Þannig að það sem ég meina með almennt tól bara eitthvað sem við getum notað óháð verkefnum okkar. Þannig að ég get bara keyrt það bara eins og ég get keyrt Chrome eða eitthvað svoleiðis. Spurning? Nei. Og þá svo notum við G-flagg sem þýðir global. Þannig að þá sækjum við eitthvað npm install --g sem þýðir global. Ekki setja þetta upp í verkefninu, setja þetta upp global fyrir stýrikerfið eða fyrir umhverfið sem við verið að vinna í. Og þá getum við keyrt þessa hérna skipun. Þá getum við tekið hana hérna og farið hérna og keyrt þetta. Það segir þá npm installaðu globally pakkanum browser sync. Við keyrum það og þá fer hérna upp og því sjáum hérna verið að telja upp einhverja pakka, checking, eitthvað og nú búið að setja þetta upp. Þetta tók mjög stuttan tíma, ef þið gerir þetta í fyrsta skipti þá getur þetta tekið lengri tíma því að það eitthvað kassað á minni tölvu því að ég var að gera þetta í gær eða eitthvað tímann og ég á eitthvað á þessum pökkum. Og þá ég komin með browser sync sem í raun bara skipun sem ég get núna keyrt hérna. Og þá get ég keyrt browser sync sem svona almennt tól. En browser sync svipað því sem ég hef kannski sett upp í Visual Studio. En það leyfir okkur að keyra lítinn vefþjón á okkar vél og endurhlaða sjálfkrafa þegar við gerum einhverjar breytingar. Þannig að ef þið hefur gert þetta í gegnum Visual Studio Code þá hefur þið smellt á eitthvað að keyrt upp einhverja skipun sem hefur opnað index HTML skrána fyrir ykkur, tengt vefþjónin við HTML skrána hjá okkur
og þegar þið visti í Visual Studio Code sent skipun yfir í browserinn sem segir heyrðu það er búið að gera breytingu, reloada þannig að þið sjáu breytinguna. Og þetta er í raun tól sem leyfir ykkur að gera þetta óháð því hvaða ritli við erum með. Og svo gerir þetta líka annað að ef við erum að til dæmis testa í, ég er að testa í Chrome, í Firefox og Safari og á iOS og ég opna alla þessa vefi saman, þá í raun samræmir þetta scroll og ekki bara scroll, þetta er líka klikkin á milli. Þannig að ég get í raun skrolla allan vefinn og ég get séð hérna, ok, lítur þetta allt nákvæmlega eins út í öllum þessum vöfrum og þannig getur það í raun hjálpa til við að testa. Og það er sérstaklega að testa í mörgum tækjum. En þá getur þess að farið núna, opnað eitthvað verkefni, keyrt browsersync og sagt start, af því ég vil starta server, eða ég vil starta browsersync og ég vil keyra það sem server og ég vil fylgjast með þessum skrám, index.html og style CSS og þá er hún kveiknar á þessum vefþjón. Þannig að ef við fyrir bara hérna og gerum eitthvað nýtt test, sérst hvað ég gera, já. Opna það hérna í Visual Studio Code. Bý til index.html, bý til styles CSS, þetta er bara á Mac og Linux, þetta er býr til skrafnar. Hérna, nota ég emmet sem gerir hérna, emmet abbreviation, ít og tab, fæ ég þetta allt upp. Test, style sheet, svona, já. Herru, keyboard shortcuts eru svona koma hægt og rólega þegar við vinnum með þessu, en ég nefndi í fyrsta tíma eru svona resources sem þið getur notað til þess að hérna komast áfram með þetta. Nei, þá getur við kíkt á fyrirlestrana. Þetta er allt í fyrirlestrarskjölunum. Þannig að núna er ég búinn að búa til hérna index.html og style CSS. Nú get ég starta þessum server. Þannig að þá keyrist þetta upp og núna opnaðist í raun þetta skjal sem ég var að búa til. Og ef við reynum núna að sjá hérna saman þetta 21. Sjá, koma svo. Einhver hluta vegna vil þetta bara vera svona. Ok, þannig að núna get ég gert hérna pink og þá uppfærist þetta og þetta uppfærist, þannig að núna er þetta tengt og er bundið við þetta hér og síðan ef við segjum hérna p-min height 100 þannig að þá verður þetta svona eitthvað sem ég get skrollað og ég opna síðan Firefox og hann kemur hérna og þá skulum við reyna að gera þetta svona. Hvað er í gangi? Ok, gerum svona, þannig að núna er þetta í raun hérna browser sync connected, gerum þetta svona sem við sjáum hvað er að gerast, þannig að núna skrolla ég í öðrum browsernum og þá skrolla ég í hinum líka, þó það sé hlutfallslega ekki það sama, út af því að það er munur á stærðinni hérna og ef ég skrolla hér, þá skrolla ég í hinum, þannig að þá get ég sett svona og samræmt marga vafra og testað í mörgum vöfrum í einu. Með þeim flóknustu, já. En þetta er sem sagt ein leið til að gera þetta með því að setja upp þetta tól. En síðan getur það verið að ég var að vinna eitthvað verkefni og ég er bara eitthvað, heyrðu, þetta er flott tól og þegar þú vilt nota það þá þarftu bara að fara þarna og sækja, nót og svo þarftu að gera browser sync og svo þarftu að muna, að keyra þetta alltaf með browser sync og þessum skipunum nákvæmlega, nei, þú ert að breyta þetta að vera svona. Þannig að ég þarf einhvern veginn að koma frá mér einhverjum upplýsingum til annarra í heiminum það hvernig ég á að setja þetta upp og keyra þetta. Og það er ekkert svakalega praktískt af því að ég vil helst bara geta sótt verkefnið, keyrt eina skipin ítt og enter og byrjað að vinna. Ég vil ekki þurfa að eyða klukkutíma að setja upp eitthvað umhverfi sem einhver annar er búinn að gera.
Þannig að þá getum við innifalið þessi tól beint í verkefnin okkar og þá vitum við bæði nákvæmlega hvaða dependency eru, hvaða útgáfa af tólinu við vorum að nota og hvaða útgáfa ég setti upp þannig að þetta virki og allir í teyminu geta bara komist í tólin og byrjað að vinna vonandi bara eins hratt og hægt er. Og þá þurfum við að búa til svona package.json sem lýsir verkefninu og við búum það til með npm init sem býr til þá nýtt verkefni í þeirri möppu sem við erum í. Þannig ef ég keyri hérna, ég slekka á þessum þjón og ég segi npm init, þá kemur hérna this utility will walk you through creating a package.json file. Þannig að þá getur ég sagt hérna package name, ég get gefið eitthvað nafn, eitthvað útgáfu, description, entry point sem þetta er svo mainfallið í Java, hvaða skrá á að keyra fyrst þegar þetta forritið keyrt, eitthvað test command til að keyra einhver test, hvað er git repository, keywords, author, license og þá fáum við þetta út úr þessu, ok, yes. Og þá fáum við núna þetta package.json skjal hérna og við vorum búin að minnka þetta hérna niður. Svona. Þá er komið hérna package.json með þessum upplýsingum og svo get ég líka eitt þessu og ef ég nenni aldrei að vera að gera alltaf þetta svara þessu spurningum þá get ég sett hérna bandstrik y og þá segir það yes við öllu og keyrir bara upp nákvæmlega sama bara eins og ég hef ítt á enter fyrir allt saman. Þannig að núna erum við komið með þetta package.json sem lýsir verkefnin okkar og þá getum við farið inn í þetta skjal og sagt hérna eitthvað frábært verkefni, útgáfa 0,1, hvað kvartu við þessu? Þetta var eitthvað svona frábært verkefni og eitthvað hérna og það var Óli og svona, ég get eitthvað að dúlla mig við þetta. En þá er ég alltaf komið með einhvern stað til að geyma þessar upplýsingar hvað á að vera þarna. Og þá er í staðan fyrir að segja þetta bandstrik G fyrir global, þá segir við bara npm install sem installar þessu fyrir okkar verkefni, en við segjum þá með bandstrik save eða bandstrik save dev. Munurinn á þessu tvennu er það að save segir að þetta sé keyrslu dependency, til þess að þetta verkefni geti keyrt yfir höfuð, þá verður að vera búið að setja upp þennan pakka. Við erum ekki að fara að nota þetta núna, af því við ætlum að bara setja upp svona þróunar dependency. Ef það er ekki hægt að setja upp allt í lagi, verkefni mun keyra, en það kemur bara niður á þróunina verkefninu. Þannig að þetta er svona skiptur á milli tóla sem að láta verkefni keyra og tóla sem að láta hjálpa okkur við að þróa verkefni. Þannig að þá getum við núna sett upp browsersync í þessu verkefni okkar og þá gerum við það bara eins og áður, nema í staðin fyrir bandstrik G erum við með hérna save dev. Keyrum þetta, aftur npm fer í gegnum þetta allt saman, sækir hvaða upplýsingar, hvað er hann úti. Á einhverju tímapunkti klárast það. Alveg er búið. Og keyrir eitthvað komið. Þannig að þá getum við kíkt hérna núna. Þá er þessi package.json búið að uppfærast og það er komið hérna dev dependencies, browser sync, útgáfa 2.26. Þetta caret hérna, þessi stafur hérna segir í raun að við sættum okkur við allar útgáfur sem eru 2, eitthvað frá og með útgáfu 2.26. Ef það kemur útgáfa 2.3, við segjum fínt, við sækjum hana. Ef við treystum þessu ekki, þá getum við eitt þessu bara á sett, við viljum nákvæmlega bara útgáfu 2.26. En við lefum þessu bara að hanga svona. Og síðan sjáum við hérna að við opnum Node Modules og það er í raun browsersync notar allar þessa pakka. Þetta eru nokkri pakkar. Við getum séð calculating size. Þetta eru 37 megabyte í 9000 skrám. Þannig að við bara eitthvað svona gott að við þurftum ekki að skrifa alltaf þennan kóða. Og höldum áfram með verkefnið okkar. Þá fáum við upp þetta hérna. En það sem að þetta er vistað í hérna, þetta form á skjali, JSON, kemur frá JavaScript og er JavaScript Object Notation. Við munum skoða það betur þegar við förum í JavaScript. En í grunninn þá er þetta svona létt gagnaformat, svipar til eins og XML. Þetta tekur við svolítið af XML í það að búa til svona einhver
pakka saman upplýsingur sem getur sendt á milli tölva og menn geta líka skoðað og það byggir á svona almennum gagnastruktúrum eins og svona heiti gildipörum, svona key values sem er stundum kallað objects eða dictionaries eða hash table og röðum listum sem eru þá fylki. Þannig að við sjáum við hérna að hér erum við með einhver keywords, þetta hérna þýðir fylki, þetta hérna þýðir object sem er hérna inni, þetta hérna bara strengur, þetta hérna samt key value pair, þetta allt saman inn í object og þetta í raun byggir á gagnastruktúrunum í JavaScript. Þannig að þetta mun verða skiljanlegra þegar við erum búin að skoða það. En það sem við getum síðan gert núna er það að í staðinn fyrir að ég þurfa að segja ykkur núna ok, þeir eru komið þetta, nú þarfst að keyra þessa skipun til þess að koma sér í gang. Þá getum við bara búið til þessar skipanir inn í package.json skjálum okkar og sagt bara eitthvað, heyrðu, þú ert bara að keyra þessa npm skriftu og þá mun þetta allt saman keyra upp og vera fínt. Og þá getum við sagt skilgreint svona skriftu, þá getum við sagt npm run og svo nafnið á skriftun okkar til þess að keyra það upp. Og það er þá undir þessum scripts hluta í package.json og ef við gerum það svo núna fyrir browsing, þá tökum við bara alla þessa línu sem við vorum búin að skrifa á þann og er non-trivial í raun að muna og setjum hérna, við erum ekki með test, þannig við setjum þetta bara hérna í staðinn, svona. Þannig að þá erum við núna með skrift sem heitir browsing, sem að keyrir browsing og keyrir notabene ekki global útgáfuna browsing, heldur allt sem er skilgrænt hér notar þau dependency sem eru skilgrænt í pakkanum. Þannig að þetta browsing hér, þessi skipun, mun keyra þessa útgáfu, sama hvaða útgáfu ég er með installað global hjá mér. Þannig að þá kemur þetta líka veg fyrir það að ég sé með einhverja útgáfu á tölvunum minni sem að klassar einhvern veginn útgáfun í verkefninu og þá fyrir alltaf að vera svona dependency vesen. Þetta er ekki svona auðvelt í mörgum öðrum umhverfum. Þannig að, yay. Og núna get ég sett farið og keyrt npm run browsing sem mun þá keyra nákvæmlega þessa skipun. Ég keyri npm run browsing, þá keyrir þetta upp og ég er komin á sama staði var áðan, nema núna þegar ég vil láta þetta í hendurnar á einhverjum öðrum og viðkomandi ætlar að byrja að vinna, þá er þetta líklegast að setja upp á Git. Ég geri git clone repoið, ég setja inn í verkefnið, ég geri npm install sem kíkir þá í raun á öll dependency sem eru skilgreind, öll þau dependency sem eru ekki uppsett eru uppsett og síðan keyri ég npm run browser stack og ég get byrjað að vinna. Þannig að þetta verður svona svolítið næs. En já, þannig að npm install sækir alla þessa pakka sem eru skilgreindir og package.log, eins og sagði að það skilgreinir nákvæmlega allar útgáfur á öllum pökkum og við fáum nákvæmlega sömu útgáfu og við losnum í raun við svona vesen á því að keyrsluumhverfi sé ekki þau sömu. Þá var það svona klassíska er hérna fyrir forritinu að segja hei, þetta virka á minni tölvu, hvað á ég að gera? Þú veist, fáðu bara mína tölvu og virkar þetta. En package.log er sem sagt partur af því sem við geymum í source control ásamt package.json. Þannig að ef við skoðum package.log hérna, þá er það alveg stórt skjal og í raun fjöldin sem er inn í node modules möppunni, en segir allstaðar hérna í raun nákvæmlega hvaða útgáfu af hash value, pakkin, cache base notaði sem er notaður af einhverju öðru sem er notaður af einhverju öðru. En hins vegar node modules mappan, eins og sáum, var mjög stór, þegar verkefnið okkar er kannski 3 kilobæti og node modules mappan okkar er 35 megabæt, þá er það kannski full mikill munur til þess að við séum að geyma hana líka í source control. Þannig að við segjum bara eitthvað, hver og einn sem notar í raun þessi verkefni, keyrir bara npm install til þess að sækja þessi gögn og við geymum í raun bara source kóðan að okkar verkefni í Git, ekki öll dependency. Þannig að við geymum ekki node modules í source control og þá þurfum við að nota git ignore, en git ignore er skjal sem segir til hvað á Git ekki að trakka. Þannig að núna er ég með þetta verkefni og ég ætla að koma því upp á Git, þannig að þá munum við gera git init, þannig að þetta eins og npm init, þá er þetta eitthvað skipun sem að keyrir upp og setur upp umhverfi
þá er ég komið núna með í raun git repo á minni í þessari möppu, git status, þá sjáum við að node modules er untracked hérna og git vill að við trökkum það. Þannig að ef ég myndi núna gera git add, þá myndi ég bæta öllum þessum 35 megabætum inn í repoið sem er eitthvað sem við viljum ekki gera. Það er bara of mikið og þá verðum við taka ógeðslega langan tíma bæði að pussa og pulla þegar við erum að vinna með þetta. Þannig að við viljum í raun búa til skjal sem heitir git ignore. Þá viljum við vera í riðlinum hérna. Þá lokum við bara aftur hérna þessu, segjum git ignore og þá segjum við bara hérna node modules og // sem segir þá ekki trakka neitt sem er mappa og heitir node modules. Þannig að þá var þetta hérna grátt í Visual Studio Code sem þýðir þá við viljum ekki trakka þetta og ef við gerum aftur status þá sjáum við að git ignore er komið inn en node modules er dottið út. Þegar við ætlum ekki að trakka node modules. Þannig að núna get ég gert git add punktur, git commit message, fyrsta útgáfa með browser sync. Þá er ég núna bara með hreina working directory og geti þá annarkvort haldið áfram að setja upp ykkur önnur tól eða ég get byrjað að vinna að verkefninu. Þannig að þannig er komið svona checkpunktur. Verkefnið mitt var að setja upp browser sync, check. Ég committa. Þannig að nú veit ég að þetta virkar þarna og ég get síðan haldið áfram með næsta. Já, ég get einmitt haft pásu núna þegar eina sem var eftir var brandari það að node module sé það þyngsta í alheiminum. Já. Nei, allt í góðu. Þannig að svona getið þið hugsað node modules. Þær eru þyngri en black holes. Með því förum í pásu í 10 mínútur.